Einhver tíman voru prestar ávarpaðir yðar heilagleiki og yfir þeim var ákveðin helgibragur, hvort sem þeir voru í fullum skrúða eða að rölta í bæjarferð. Nú komin upp ný kynslóð presta á Íslandi sem aðhyllast ekkert endilega bókstafstrúna og voga sér til dæmis að ræða sjálfsfróun. Dagur Fannar Magnússon einn af þessum prestum. Hann 29 ára, búinn að þjóna í 2 ár í Heydölum í Breiðdal. Þar býr hann ásamt konu sinni og 3 börnum. Ég fæddur uppalinn á Selfossi og flutti ekki þaðan fyrir bara eftir framhaldsskóla. Þá ætlaði ég bara þykjast eitthvað ætlaði að vera læknir og út í Slóvakíu í 3 mánuði og flosnaði upp á því alveg leið. Af hverju? Það var bara ekki fyrir mig. Nei. Ég bara nennti ekkert að sitja yfir anatómíu í einhverju bulli, sko. Einmitt. Var það þá sem ákvaðst að þú vildi vera prestur eða kom það seinna? Ég veit ekkert hvenær ég vildi vera prestur, sko. Ég held að það hefði bara meira verið svona einhverju innri köllun, sko. Okay. Einhver handleiðsla bara. Leiddu áfram. Var það eitthvað svona ákveðin sem gerðist eða var þetta bara allt í einu orðið eitthvað sem þú vildi gera? Þetta var eiginlega bara orðið eitthvað sem það var ekkert ákveðið sem gerðist, sko. Ekki alveg uppi trúari, maður fór svo sem sundarskóla með ömmu, sko, þegar maður var hjá henni, sko. En svo var maður ekkert eitthvað mikið trúaður eða alveg uppi trúaður fjölskyldu. Rampaði bara að var reyndar, sko, fór í lífeðlisfræði í háskólanum fyrst, áður en fór til Slóvakíu. Þá var einhver gæi sem var að segja okkur frá því hvað, sko, taugarnar og æðarnar og draslið væri magnað að það skyldi rata alltaf rétta staði þegar við vorum að myndast. Það hlyti bara að vera einhver arkitekt, sko. Ég svolítið greip það, en það var samt ekkert að eina. Þetta voru mjög margir þættir bara úr mínu lífi sem koma saman og leiða mig svo að lokum inn í guðfræðina og þaðan út úr guðfræðadeildinni og bara út í starf, sko. Já, sko, það halda kannski allir að prestar þurfi að vera einhverju bókstafstrúarmenn, en það kannski ekkert endilega málið. Nei, það svo langt frá því, sko. Það svo langt frá því út af því að ég held, ég ætla bara að leyfa mér að segja það að fundamentalismi sem það bókstafstrúar, getur verið hættulegur bara í hvorn endan sem það hvort sem þú tekur bókstafinn alvarlega sem atheisti eða tekur bókstafinn algjörlega heilum sannleik sem trúareinstaklingur. Já. Öfgarnar í báðar áttir geta orðið þá bara hættulegir, sko. Já. Svo við verðum að finna einhvern milliveg til þess að túlka það sem við erum að lesa úr Biblíunni, úr ritningunni. Þegar annars meika hlutin bara enga veginn séns. Við vitum það alveg að jörðin ekki 6.000 ára gömul, sko. Svo að já, það eiginlega bara þannig. Þú trúir líka á vísindi? Já. Ég að stríða þér. Ömurleg spurning. Já. Segðu mér aðeins núna, sko, þú ert sem sagt fæddur og alinn upp á Selfossi. Já. Það svolítið öðruvísi staður heldur en Heydalir. Jú, það svolítið stærra samfélag, sko. Man svo sem ekki alveg hvað voru margir sem bjuggu þar þegar ég var að alast upp. Ég meina, það var náttúrulega stækkandi samfélag þá líka og voru töluvert stærri í dag. Það að verða alveg rúm 10 ár örugglega síðan ég bjó þar síðast. Svo náttúrulega millitíðin að bjóða í bænum, en ég finn það bara að við vorum tilbúin til að koma út á land í kyrrðina og bara maður getur svona hér bil bara spurt sig, sko, hvernig ætlar að rækta andlegu hliðina í geðvíkina þetta fyrir sunnan. Það eiginlega bara, það stanslaust stress, alltaf að keppa við klukkuna og það alltaf eitthvað í gangi og hefur eiginlega bara ekki tíma til þess að snúa þér aðeins inn á þig og rækta sjálfa þig í andanum. Það auðveldara hér? Já, miklu þægilega, sko.
miklu auðveldara. Maður hefur alveg tíma til þess. Og ég held að flestir gætu haft tíma til þess en við languðu að rækta andan. En til að koma bara út á land, sko. Já, ekki heimsókn. Já, ég meina bara það líka að það hægist einhvern veginn á öllu gerir bara lífið aðeins betra. Og maður hættir að vera í þessu fight and flight móti sem maður er í alla daga einhvern veginn fyrir sunnan. Og sem stressi er, sko. Það er þetta fight and flight móti í okkur sem að við ættum raunverulega bara að vera í þegar við erum að mæta risaeðlu, sko, eða ljóni sem ætlar að éta okkur. En erum við nú alltaf að ykkur leiti í svona ykkur fight and flight ástandi ef við erum í stressi og í kapphlaupi við allt og alla og þú veist, svo að bara það að hægja á sér þá bara slaknar á manni. Svo að en svo náttúrulega út af því maður hægjar á sér og maður svona kannski getur ráðstafað aðeins tíma sínum sjálfur, þá hefur maður bara meiri tíma til þess að koma að hingað til dæmis út í kirkju, setjast niður, íhuga, fara oftar í fjallgöngu og bara vera einhvern veginn í mómentinu, í augnablikinu og fylgjast bara einhvern veginn með lífinu gerast, sko. Þegar þú í rauninni varst vígður prestur hingað, þá varst í rauninni yngsti presturinn á landinu. Já. Sem þú ert reyndar ekki lengur. Nei, reyndar ekki. Það er einn yngri en ég. Já. Hvernig er það að starfa sem prestur? Það er bara geggjað. Ég skal reyndar að viðurkenna það að minn fyrsti, nú er ég búinn að vera síðan nóvember 2019, meiri hlutin á þessum tíma er búið að vera COVID. Já. Sem er náttúrulega búið að hefta í raun og veru allt það sem ég vildi gera og langaði að gera alveg ógeðslega mikið. Svo að öll svo uppbygging í safnaðarstarfi sem ég hafði hugsað mér, hún hefur svona aðeins fengið að gerast en ekki á því kaliberi sem ég hefði viljað fara með það á, sko. Ertu ekki með Zoom-messur? Nei, ég er ekki með Zoom-messur. Ég nenni ekki standa því, sko. Nei, ég skil mjög. Ég hef verið með eina svona upptöku eða beina útsendingu, sko, bara hérna úr kirkjunni. Og svo hefur verið að gera svona myndband og annað, en ég hef nú ekki fært mig á Zoom ennþá, en það er hugmynd, sko. Það er hugmynd. En þú samt verið að dúllaði að gera hlaðvarp? Já, það náttúrulega kom svona aðeins út af því að okkur langaði aðeins að ná til fermingarbarna og kannski svona aðeins yngri markhóps heldur en kirkjueigendur. Þeir sem að mæta alltaf og eiga sinn bara staði í kirkjunni, sko. Einmitt. Og ná í nýjan markhóp í raun og veru og sem ég veit samt ekkert endilega hvort það hefur tekist, sko. Það hefur allavega vakið smá athygli. Allavega svona nýlega. Nýlega. Það var náttúrulega þátturinn með Gerði Arnbjarnar, eiganda Blöss. Það var nú alveg svona, ég held að flestir hafa nú bara verið nokkuð glaðir og ánægðir með þetta, sko. Segðu mér aðeins fyrst áður en segðu mér frá því sem voru ekki glaðir. Hvað voruð að tala um í þessum þætti? Við vorum að tala um kynlíf, fyrst og fremst, og sjálfsfróun. Já. Og svo, já, það var náttúrulega bara svona megin uppstaðan og náttúrulega voru að spyrja Gerði aðeins svona hvaðan hún var að koma trúarlega séð. Hún sagði það sjálf að hún hefði semst verið í krossinum á sínum tíma og öðrum einhverjum söfnuði sem að, ég veit ekki hvað, hún sagðist ekki muna hvað hann hét. Nei, ok. Nú er það ekki staldra leikið, kannski. Nei. En átti allavega sitt trúarlíf og á sitt trúarlíf. Við vorum svona að reyna að finna kynlífinu stað innan trúarinnar. Og það er svo sem ekkert flókið, sko. Nei, ætti það ekki í rauninni bara að vera svolítið ótengt, eða þú veist, því sem maður trúir á, eða því þetta er bara partur af því að vera manneskja, eða? Jú, það er nefnilega einmitt máli. Ég meina, sko, eins og ég sagði áðan, þá er Biblían ekki bókstafleg og við þurfum að túlka
og við gefum okkur það að svona Guð sé skapari mannkyns og skapari og sköpunin góð og það algjört sko grundvallaratriði og hann vill að við uppfyllum jörðina, það bara stendur hana og hvernig getur það þá verið að kynlíf sé eitthvað sem við að halda okkur frá? Það þetta býr enginn til barn með sjálfsfróun? Nei, reyndar ekki, en hann gerir það gott og hann gerir okkur kleift að njóta þess, skilur, svo að ég einhvern veginn get ekki séð hvernig þetta vont eða ókristilegt af einhverjum. Nei, einmitt, þetta ætti náttúrulega bara að vera fullkomlega eðlileg umræða. Já. En það voru ekkert allir rosa sáttir. Nei, kannski eðlilega. Þannig að þetta svo sem ekki verið skemmtileg umræða. Það voru alveg ég held að mesta gagnrýni hafi komið úr öðrum söfnuðum, sko, sem eru kannski aðeins meira svona meira í bókstafnum. Já. En svo var reyndar skemmtilegasta held ég sko kommentið sem ég sá, það var eitthvað í gegnum Twitter. Nú hefur kirkjunni tekist að gera kynlíf hallærislegt beint í skírlífið. Já. Það var, já, þú veist. Svo þá var einhvern veginn búið að snúa þessu alveg við, sko. Þessi skírlífsstefna kaþólsku kirkjunnar var einhvern veginn, þegar við vorum að tala kynlíf, þá var allt í einu, við vildum frekar fara í skírlífið heldur en. Já, einmitt. Þú veist, þá máttu í rauninni alveg fjalla kynlíf, en þið gerðu það bara ekki nógu töff, eða? Sko, þetta komment var komið áður en þátturinn var komin út, sko. Já, ég skil, ok. Svo þú veist, þetta bara svo staðreynd að við séum prestar hjá þjóðkirkjunni, gerði það hallærislegt að við skildum vera að tala um það. Já, einmitt, ég skil þig. Svo Áhugavert. Já, jú, við fengum alveg guðs yfir okkur, við varum bara hórkarlar og söglífsmenn og varum bara á leiðinni beinalítið til helvítis og ég veit ekki hvað sko. Ertu búin að biðja eitthvað ekstra mikið síðan þetta gerðist, eða? Nei, ég bara tók þetta ekki svo djúpt inn á mig Nei, veistu, ég skil þig mjög vel. Ég þyrfti til að eyða mörgum klukkutíma út í kirkju, sko. Nei, á hnjánum. Er ekki bara gaman að fá viðbrögð? Jú, það bara voða fyndið, sko, og skemmtilegt, já. En þið hafið ekki bara talað kynlíf í þessu hlaðvarpi, talið alls konar? Alveg fullt. Við vorum bara í morgun að tala við séra Sindra Geir í Glerárkirkju, umhverfismál. Við höfum náttúrulega verið að tala jóga og íhugun og hugleiðslu. Við höfum verið að tala fyrirgefninguna. Tókum alveg 2 þætti hana út af það náttúrulega getur mjög viðkvæmt og erfitt málefni, sko. Þú veist, bara þessi spurning, á maður að fyrirgefa allt? Er hægt að fyrirgefa allt? Eða ekki? Þú veist. Þetta allt svolítið heimspekilegar pælingar. Já, svolítið. Það svona margt af þessu, kannski ekki allt. En, þú veist, jú, svo eru þarna líka umræður sjálfsmyndina og sjálfsálöð og Erna Kristín Ernuland kom til okkur og ræddi jákvæða líkamsýmynd. Það var nú bara mjög snemma. Það er ýmislegt rætt. Það er ekki bara kynlíf og rung, sko. Ekki bara? Nei. Þá nennir enginn að hlusta. Og bara já, svo fólk viti, þá heitir þetta sérst kirkjukastið. Já. Er það greitt? Jú, Messier. Messier, já. Förum í örstutt auglýsingahlé, mín leið heldur áfram eftir augnablik. Þegar maður er prestur, það er ekki eins og að vera bara pípari eða eitthvað. Þú veist, að þú ert bara pípari þegar þú ert í vinnunni og svo þú ert komin heim tíðan þá ertu ekki lengur. Ef maður er prestur, er maður alltaf prestur? Já, basically. Það er allan að, þú veist, þegar ég fer og sækja börnin mín í leikskólanum, þá er yfirleitt koma krakkar sem hafa verið í sunnudagsskólum. Prestur. Og ég er bara kallaður prestur. Þú veist, og ég held að mjög margir prestar bara lifuðu þennan raunveruleika, allavega prestar í minni samfélögum, lifi við þann raunveruleika að vera svolítið svona bara, einmitt, þú ert bara presturinn. Á meðan kannski, þú týnist
hvort sem svolítið mikið í fjöldanum í bænum, sko. Já. Þú veist, þar getur kannski skilið meira á milli, þú veist, vinn og einkalífs. Já, það getur alveg farið í kringluna og það er enginn að segja prestur. Nei, ekki nema bara, þú veist, svo ólíklega þú vildi til að þú hittir sóknarbarnið þitt, skilur, sem að duglegt að sækja kirkjuna þína. Já, einmitt. En finnurðu fyrir einhverju ábyrgð að þú sért í rauninni sko fyrirmynd? Sko, mér finnst náttúrulega bara allir að finna fyrir þeirri ábyrgð að reyna að vera fyrirmynd. Það er kannski tekst mann ekki að standa undir þessari helgu ímynd sem að hefur kannski verið að prestum gegnum tíðina eða vera eitthvað svona fyrirmynd. Maður reynir að vera það, en ég meina stundum bara fokka maður upp hlutunum. Já, það hljóta allir að geta gert það á einhverjum tímapunkti. Já. En sko það er einmitt þetta með að þú veist, það myndi örugglega enginn fara að skipta sér af því þó að sko einhverju dúddar út í bæ fara að tala um kynlíf í einhverju hlaðvarpi. Nei. En út af því að þið eru prestar, það er fréttapunkturinn í þessu. Já. 2 prestar voga sér að tala um kynlíf og sjálfsfróun. Og þú veist, þannig að þar eru þið kannski, þú veist, en ég meina, er það ekki bara pínu þannig að það er svolítið verið að brjóta upp þessar staðalímyndir af alls konar störfum, ekki bara ykkar? Jú, ég myndi alveg halda það. Að, þú veist, ég get svo sem ekki tala fyrir aðra starfstéttir, en ég meina það er alveg sannlega komið tími til þess að brjóta upp þessar staðalímynd af þjóðkirkjuprestunum, sko. Að það sé háheilagur og mjög alvarlegur maður. Af því að nú erum við náttúrulega bara með fólki öllum regnboganslitum í starfi hjá þjóðkirkjunni. Já. Þú veist, svo að já, maður þarf ekki að vera mjög stífur. Nei, ekkert mjög. Nei, maður þarf bara ekki að vera neitt stífur. Nei, algjörlega. Hvernig, nú búið þið hérna, þú byrjaði með fjölskylduna þína. Já. Hvernig líkar ykkur að búa hér? Sérðu fyrir þér að vera hérna lengi? Ertu með einhver plön? Sko, ég sagði við kjörnefndina þegar ég kom í kjörnefndaviðtal, sem er nefndin sem velur prestinn. 15 ár max. Nei, jú, svona 15 ár max. Ok. Þá er bara, ég held að það sé bara, það er í öllum starfsstéttum. Svona 8 til 15 ár, þá ertu bara búin að gera allt sem þið langar til að gera. Þú ert komin leið á söfnuðinum og söfnuðinum komin leið á þér. Já, ég skilur. Sem prest, skilur. Þá er kannski bara ágætt að fara bara í næsta verkefni. Fara bara í næsta söfnuð og næsta prestakall og byggja upp starf þar aftur. Þú ert komin með nýja hugsjón og festist ekki svona í einhverju sama hjakkinu, sko. Nei, einmitt. Hvað er erfiðast við að vera prestur? Sko, eins og ég segi, ég hef bara ekki fengið að reyna neitt rosalega mikið. Þú veist, sem betur fer hef ég ekki þurft að jarða unga einstaklinga, en ég get alveg undir mér að það sé það erfiðasta sem að prestar gera. En, þú veist, alveg finnst mér nógu erfitt að jarða. Það er alveg, þú veist, ömurlegt. Ég kem alltaf, sko, heim alveg tómur. Það er ekkert eftir, einhvern veginn. Eftir ég að fara í rúkisturlagningar. Og svo að, þú veist, ég langar eiginlega bara ekkert að leiða hugann að því hvernig ég að þurfa að jarða lítil börn, sko. Nei. Eða ungt fólk. Svo ég held að það sé það erfiðasta, sko. Heldur þetta sé eitthvað sem að getur, sko, vanist eða svona, heldur að verði auðveldara eftir að öðlast meiri starfsaldur eða heldur þetta verði bara alltaf erfitt? Ég held að það verði bara alltaf erfitt. Ég held að samkennd, hún minnkar ekki, sko. Þú veist, ef að samkenndin er farin, þá getur þú bara hætt þessu. Já. Þá, það var allavega sóknarpresturinn Jónu Kristins sem sagði það við mig þegar ég var eitthvað að segja það með þetta er svo erfitt og þú veist, ég hefði mestar áhyggjur af því að ég færi nú bara að grenja fyrir fram á söfnuðinn, sem hefði nú alveg gerst, sko. Eða, þú veist, eða svona tár eða eitthvað. Og þá sagði hann einmitt þetta
eitthvað sem hún hafði heyrt annars staðar. Bara leið og þú finnur að þú hefur enga samkennd lengur með fólkinu sem þú ert á þessu vegferð með, þá getur bara hætt. Þá ertu bara búið. Það gott að hafa eitthvað við mér. Já, þú bara að gera eitthvað annað. Lendurðu einhvern tímann í svona samtali við einhverja trúleysingja sem að reyna að sannfæra þig eitthvað annað heldur en að trú sé skynsamleg? Já, já, það vill nú bara þannig til að eiginlega flestir mínir bestu vinum eru allir trúleysingjar, svo við eigum þetta samtal bara mjög oft. Ok, hvernig tæklarðu það? Já, hvernig? Bara, þú veist, ég fer bara að benda á það að það þessi ýmislegt í þessum heimi sem að á meðan þeir fara svona fundamentalist í biblíuna og bara hóló, sjáðu það stendur hér og stendur öðru sig eitthvað neginn, þá fer ég að segja mér, við erum með ritningu sem var skrifuð í ákveðin tíma og ákveðin menningarsamfélag og við verðum að leyfa okkur að túlka og segja þeim og reyna að sýna fram á það er bara ýmislegt í þessum heimi sem er óútskýranlegt, það er ýmislegt við sjáum ekki, ég meina bara svo staðreynd að við sjáum ekki Þetta þú þekkir það? Já, það getur verið, það er dóttir mín. Mjög efnilegir svo. Já. Það er útskýra fyrir þeim að það er bara ýmislegt í þessum heimi sem við skiljum ekki og bara svo staðreynd að við sjáum ekki nema bara örlítinn hluta af ljósinu, ljósrófið. Við erum með útfjólublátt og innrautt halvi hinum megin og bara á þessu spektrúmi sjáum við eitthvað svona lítinn hluta. Og sama á við heyrnin okkar og með aldrinum þá missum við einhverja tíðni. Og ég hef verið í Hallgrímskirkju og þar heyri ég ekki efstu og dýpstu tónana. Það er bara eitthvað algjört hátíðnihljóð efst í Hallgrímskirkju, í orgelinu. Og dýpstu tónin þá bara nötrarkirkjan. Það eru nú ekkert hljóð. Og það eru, það eru fleiri skynfæri sem að fuglar hafa en við höfum ekki. Að hverju getum við verið að missa? Hvað getum við séð, hvað getum við heyrt, hvað getum við skynjað við hefðum alla þessa hæfileika til þess að sjá, skynja og heyra hverfið í kringum okkur. Meira að segja, sjónin er ekki eins og þá fullkomin að heilin býr til einhverja myndir, Já, til að fylla upp í eyðurnar. Til þess að fylla upp í eyðurnar. Svo að er eitthvað þarna sem að við sjáum ekki, sem, getum við vitað? Getum við sagt það með fullri vissu að það sé ekki. Einmitt. En þá er svona áhugavert að spyrja þig. Ert þú með eitthvað svona fastmótað hugmynd það hvar við endum eftir að við deyjum eða ekki? Nei, ég er svona ekki mjög fastmótað hugmynd að því. Ég get ekki ég veit allavega ekki segja við förum í Blómabrekkuna hinum megin og ég er í Sumarlandið og það sem að ég vill segja er að þetta er svolítið flókið. Eilífðin er utanum og allt í kringum tímann og tíminn er aðeins tími er framtíð, fortíð og nútíð, eða það er þannig sem við lítum á hann, en það eina sem er raunverulegt er núið, þar sem að fortíð og framtíð mætast, en allt í kring og í gegnum þetta nú er eilífðin. Það er það sem við komum og það er þangað sem við förum, þegar núið hættir að vera. Það er eftir dauðann. En hvað það er, sennilega ekkert nema gott, það er það sem ég vil meina.
En hvernig tilfinning eða hvað við upplifum, því get ég ekki svarað fyrir en koma inn hinum megin. En það allan ekki bara svart? Nei. Mold og ormar að borða okkur? Nei, ég vil ekki trúa því. Nei, ekki heldur. Nei. Eitthvað svona sem að lokum, eitthvað sem þið langar að koma á framfæri? Bara þetta sko að reyna að lifa í núinu og hægja þess á og finna eilífðinni núinu, því að það er náttúrulega hægt að fá snertina af eilífðinni í þessu lífi, þótt að það komi kannski til fulls þegar við förum yfir, en njóta þess alveg í botn.